Þá ætlum við að fjalla aðeins rannsóknarskýrsluna og þetta framhald af fyrirlesturinn sem ég var með í síðasta umræðutíma. Nú könnunin farin af stað og hvað á maður þá að gera næst? Í fyrsta lagi þá þarf náttúrulega tilgátan og rannsóknarspurningin á þessu stigi að vera á hreinu. Þið þurfa að vera búin að setja fram tilgátu og hvað það að rannsaka? Hvers vegna? Rannsóknarspurningin leitast alltaf við að svara tilgátunni. Þetta hjálpatækið ykkar til að svara tilgátunni sem þið eru búin að setja fram. Og annarkvort verða niðurstöðuna þá að þið sannið tilgátuna sem að þið sögðuð eða þá að þið sannið hann ekki. Að hún var ekki rétt. Það sem þið þurfa að skoða og passa rosalega vel að ef þið eru að leggja kannanir fyrir á Facebook þá þurfa að skrá niður alla hópana sem þið setja þetta inn í og hvað þeir eru stórir. Og þið þurfa að skrifa niður hversu oft ef þið ítrekuðuð, hversu oft gerðuð þið það og þetta gert til að sjá svarhlutvallið. Ef þið leggið fyrir einhverja aðra hópa heldur en á Facebook, til dæmis einhverja e-mail-grúpur eða eitthvað þess að þá verðið þið líka að vita hversu stórir hópar, fjöldan í þeim sem eru. Menns að við tökum samtalsfjölda þeirra sem við sendum á og síðan reiknum við út hversu margir svöruðu af þessum fjölda. Og þetta partur sem þarf að koma fram í aðferðafræðikaflanum. Þá ætlum ég að fara bara beint yfir í kaflaskiptingu og skýrsluna. Skjalið á innu, búið að vera þar og heitir APA-rannsóknarskýrsla hjálparpunktar við uppsetningu skýrslunar. Og þið geta bara farið í þetta og sé hvernig hún sett upp. En ég ætla að fara yfir þetta samt sem áður, það sem virðist ekki alltaf skila sig allt sem fer inn á innu. Í fyrsta lagi, það verður að vera forsíða. Og á henni á að vera allt það sem þarf á að koma fram. Það á að vera nafnið á rannsókninni, ekki rannsókn, heldur nafnið á rannsókninni. Ef ég að rannsaka hversu oft ég fer út í búð, þá heitir rannsóknin mín hversu oft fer ann út í búð. Hún heitir ekki rannsókn. Þetta verður að vera á hreinu. Það þarf að koma fram með nafnið á ykkur, það þarf að koma fram nafnið á áfanganum og nafn kennara. Það ágætt að venja sig líka á að sitja á hvaða önn þetta Síðan erum við með efnisyfirlit, það næsti kafli. Og þá þurfið þið, þegar þið eru búin að skrifa efnið, setja það allt upp, að merkja alla kafla rétt. Þið þurfa að merkja með heating 1 og heating 2. Stundum, ég held þessi alltaf með heating 2 því ef þið eru með undirkafla, að þá eru þeir heating 2. Og passa vel að þá ekkert að vera merkt heating nema kaflaheitin. Allt annað bara normal eða body eða eitthvað álíka. Ef þið merkið eitthvað annað með heating, að þá fer það líka í efnisyfirlitið. Og það á ekkert að fara í efnisyfirlitið nema hausarnir sjálfir, heating 1 og heating 2. Þið búið til efnisyfirlitið með því að fara í references, í Word, það hér sjáðu þið, Þið eru venjulega að vinna hér í home-takkanum, þið farið inn í references og þið veljið table of contents. Og svo bara veljið það útlit sem þið viljið fá og hún Word setur það upp fyrir ykkur. Ekki að setja það upp í höndunum. Með að fara inn og skrifa hvað hver kafli heitir, fara svo aðtúa þessi kafli á blaðsíðu 3, þessi kafli á blaðsíðu 4. Þið eigið að gera þetta með því að nota þetta apparat, nota tæknina. Ein af ástæðunum fyrir að þið eigið að gera þetta svona, eða venja ykkur á að gera þetta svona, svo að ef það breytist eitthvað, það lengist eitthvað kafli eða eitthvað þess áttar, þá nóg fyrir ykkur í lokin að fara í efnisyfirliti, smetla á það, til dæmis hægri smetla á það og láta uppfærast. Og þá þurfið ekkert að hafa áhyggjur af því að eitthvað sé á vitleysu eða rangri blaðsíðu. Síðan eru konar útdrættinum og það þarf að merkja hann og hafa hann á sér blaði. Þarna fjallið almennt viðfangsefni sem þið ætlið að fjalla Þið fjallið þarna líka tilganginn og markmiðum með rannsókninni, þátttakendurnir, hverjir tóku þátt í henni og hvaða rannsóknar aðferð var beitt, tilgáturnar með rannsókninni og helstu niðurstöðurnar og lykilhugtökin. Þetta þarf allt að koma fram í útdráttunum og þetta gerið þið síðast. Þið byrjið á því að klára allt efnisviðinu með því þið getið ekki gert útdráttum fyrir þeir komið með eitthvað sem þeir að gera útdráttum. Inngangskablinn, þetta kablinn sem fjallar heimildirnar ykkar. Þetta það sem þeir að skrifa efnið og þið merkið hann með titli rannsóknarinnar. Anna fyrir oft út í búð sem væri mín rannsókn. Þannig að það kafla heitið. Og þetta einhvers konar míniritgerð efnið sem við erum að rannsaka. Ef ég að rannsaka viðhorf, þá skrifa ég þarna allt viðhorf. Byrjum vítt, endum þröngt. Helstu hugtökin sem skipta máli,
Þau eru útskýrð hér í samfelldu máli og segja minnstakosti frá einni rannsókn fræðimanns á þessu sviði. Enda kaflan á vel skilgreindu rannsóknarspurningum eða tilgátum. Og þið eiga að hafa lágmark 3 heimildir pluss munnlegar og muna að reyna að hafa munnlegar heimildir í lágmarki. Það er ekki gott að vera með munnlegar heimildir eins og aðrar heimildir því sá sem er að lesa efnið getur ekki skoðað munnlegu heimildirnar. Að það er mjög algengt að fólk vil skoða hvort að heimildirnar séu réttar eða eitthvað álíka og það er ekki hægt þegar það eru munnlegar heimildir. Þannig að munnlegar heimildir er alltaf notaðar ef maður hefur ekkert annað. En þið eigið að hafa náttúrulega fullt annað. Svo eru komið aðferðafræðikaflan og nú förum við að merkja kaflaheitin eru merktir fyrir miðri blaðsíðu. Ekki út í enda eins og hinir sem eru komnir heldur fyrir miðju. Og í þessu kafla eru nokkrir undirkaflar og þeir þurfa að merkjast sér. Það eru þátttökudur. Og þá kemur nákvæmlega lýsing á þáttökutum, fjöldi, aldur, kyn, hvernig voru valdir, skiptingu hópa. Þið sjáu það ekki endilega á Facebook-grúpunum, ef þið leggið þetta bara fyrir ykkur eigin grúpu, þá ég veit ekki hvort þið getið séð eftir kynjum, en það er það allt í lagi. Þið skrifið það þá bara, að þið hafi lagt fyrir ykkur eigin Facebook-síðu og kynja hlutfall síðunar liggi ekki fyrir. Mælitæki, hvaða mælitæki var notað, lögðu þið fram könnun, hvernig könnun, rannsóknarsniði, lýsa aðeins rannsóknaraðferðinni og framkvæmdin. Og hér þarf 100% nákvæma lýsingu á því hvað var gert frá byrjun til enda. Settum niður rannsóknarspurningu, gerum tilgátu, byggum til könnun, lögum könnunina fyrir þennan hóp og allt það, ítrekkuðum þetta oft, bla bla bla. Og eftir að hafa lesið þennan kafla, þá á ég sem kem að þess að lesa þessa rannsókn sem þið eru að gera, ég á að geta framkvæmt hana líka bara með því að lesa kaflan hjá ykkur hvernig þið gerðu þetta. Það er aðferðafræðikafli. Síðan eru komin að niðurstöðukaflanum. Aftur merkið kaflan fyrir miðju á miðri blaðsíðunni. Ekki miðri blaðsíðunni heldur í miðjunni, efst í miðjunni. Í staðan fyrir að vera vinstri miðjað eða hægri miðjað, þá er það miðjað. Þið eiga að sýna niðurstöður í töflum, súluritum og línuritum og þið verðið að segja í nokkrum orðum hvað myndirnar segja ykkur. Og hér eiga að koma mjög einfaldar upplýsingar hráar niðurstöður. Þá ekki að túlka hér og þá ekki að segja neitt tilgátunar. Þá bara að segja úr spurningu, þetta er spurningi, þessi spurning, þetta kom út úr, þetta margir svöruðu og muna að draga saman, þá ekki að setja að telja upp hverju einustu tölu sem kemur fram ef svarmöguleikarnir voru 10, þá tel ég ekki upp alla 10 liðina, ég reyna að draga þá aðeins saman, þannig að verði auðveldara að lesa þetta. Umræðukaflinn. Enn eigum að merkja hann fyrir miðju. Hér byrjið á því að rifja upp tilgátunar, eða tilgátuna, hvort þið eru með eina eða fleiri. Og þið tengið niðurstöðunar við tilgátunar sem voru í innganginum. Stóðust þessa tilgátur, eða þessi tilgáta. Og hverjar eru ástæðuna fyrir þessari niðurstöðu, þá megið þið túlka. Af hverju haldið þið að þetta séu niðurstöðuna sem þið fenguð? Úrbætur, hvað væri hægt að gera öðruvísi? Hvað mætti gera betur? Og síðan væri hægt að gera einhverja frekari rannsóknir á þessari sviði og hvað væri hægt að gera næst? Hvað væri næsta skref ef maður ætlaði að halda áfram? Síðan setjum við upp heimildaskrá, þetta er lokakaflinn, þetta lokar skýrslunni og ritgerðinni, ef þetta verður ritgerð. Heimildaskráin, það þið notið tilvísanir í inngangskaflanum, eingöngu í inngangskaflanum þar sem þið að fjalla efnið og þið tengið tilvísanirnar í heimildaskrána. Þetta verður að vera í lagi og þetta verður að vera sett upp rétt. Notið page break á næstu síðu á undan heimildaskráni til þess að heimildaskráin færist ekki, hún sé bara alltaf á réttri síðu. Annars vill að verða þannig þegar fólk er að bæta efni og það færist hún alltaf til og fólk lagar það ekki. Þannig heimildaskráin er kannski komið niður á miðja næstu blaðsíðu og muna ef hún lendir ekki á réttu stað að færa hana þangað. Notiði þennan hnapp hérna sem sýnir öll auka bil og allt auka dót sem er á síðunni hjá manni. Smellið á hann og þegar þið ekki að nota þá smellið bara af honum aftur. Sumir vilja alltaf hafa hann á og það er bara fínt. Þið ákveðið sjálf hvað ykkur finnst vera best. Þetta er aðeins útlit á heimildaskráni og því miður þó ég sé endurtaka mig einu sinni en að þá virðist vera full þörf á því. Heimildaskráin á alltaf að líta eins út. Þá aldrei að bregða út frá því. Hún á að vera í stafrófsröð og erlendir eru alltaf eftir eftirnafni, alltaf og íslenskir eru alltaf eftir fornafni. Þannig að John Smith, hann er útlendingur og verður Smith Jóð
Og Anna Jónsdóttir, sem Íslendingur, hún verður Anna Jónsdóttir, ekki Jónsdóttir Anna. Og Smith verður ekki John Smith, heldur Smith John. Ef við erum með einhvern Íslending sem með eftirnafn, að það flokkið hann sem með íslenskum höfundum en ekki eftirnafns höfundunum. Ég held að það sé bara yfirleitt alltaf gert og þið sjáu það náttúrulega bara á nafninu hvort viðkomandi Íslendingur eða erlendur því þá eru yfirleitt einhverjir íslenski stafir eða eitthvað svoleiðis. Það ein stafrófsröð. Það ekki settar sér, greinar og vefsíður sér, heldur þetta bara ein röð þar sem allt kemur fram. Þið vera mun eftir punktum, komum og skáleitrunum þar sem við á og muna höfundur á ekki að vera í heimildaskrá ef það ekki tilvísun frá þessum höfundi í efninu og þá ekki að nota tilvísun nema hún sé líka í heimildaskrá. Tilvísun sama sem heimildaskrá, heimildaskrá sama sem tilvísun. Þetta á alltaf saman. Þetta styður hvort annað. Hvar finn ég heimildauppsetningu? Þetta bara alveg það sama og ég ætla að biðja ykkur að nota þetta. Það bara, mér sýnist að fólk sé ekki að nota þessar síður. Það ritverið hjá HÍ. Ég setti hérna heimildir af erlendu síðum. Heimildir af skemmunu, það mjög margir sem að nota einhverja námsritgerðir og þið verðið að passa að þær séu settar rétt upp. Þær eru ekki settar upp eins og venjulegar heimildir. Vegna þess að þið þurfið að setja inn í hornklofan fyrirgefiði að þetta sé ritgerð frá einhverju skóla og helst hvernig ritgerð. Til dæmis ef þetta væri Barcelona ritgerð, þá skrifiði BA ritgerð frá Háskóla Íslands. Og þetta í hornklofanum og þar fyrir aftan stendur skemman sem nafnið á gagnagrunninni. Og það á ekki að sleppa því þó þið sé með tengil. Þó það komi fram í tenglinu hvað nafnið þá það líka að standa fyrir aftan hornklofan á nafnið á gagnagrunnunum að standa. Hljóð og myndir, það líka sett upp sér og það líka sett upp þannig að það hornklofi og annað og þið verðið að nota það. Þannig að það þarf að vera ljóst hvernig efnið þetta Og ég vil ekki sjá beinar tilvitnanir úr efni sem hljóð eða myndefni. Þannig að það erfitt að nota beina tilvitnanir og það ennþá erfiðara þegar við erum að tala um hljóð og myndefni. Þannig ég vil ekki sjá það. Ef þið notið, þá umorðið það og vísið á réttan hátt. Þið þurfið ekki endilega að nota ef ykkur finnst flókið að nota þessa hjá HÍ, þá getið farið inn í HR eða HA eða fleiri staði. Aðalmálið að þið gerið þetta rétt og það eru enn of margir sem eru ekki að setja heimildirnar upp rétt. Tilvísanirnar, af hverju ég með tilvísanir og hvernig á ég að setja þær upp? Málið það, ef það ekki vísa rétt í efni þá telst að vera ritstuldur og það hægt að vísa fólki úr skóla eða fella í námskeiði ef það grunur ritstuld. Allt efni sem sett inn í Turnitin keyrt saman og þá sést fljótt og vel hvort að fólk að taka efni frá öðrum og eigna sér það. Allt efni sem ekki telst vera almennt efni það á að vitna í það og það á að umorða það. Og hversu oft á ég að gera þetta? Þegar ég gera þetta eins oft og þarf. Og það þýðir eftir hvert einasta paragraf eða efnisgrein. Lesandinn veit ekkert hvort verið að nota sömu heimild þegar ég komin í næstu efnisgrein. Hvernig á lesandinn að vita það að þið sé enn að nota sömu heimildina eða hvort þið eru búin að breyta henni. Þannig þið þurfa að vitna í. Ef ég er með 4 efnisgreinar og sömu blaðsíðu þá vitna ég 4 sinnum í og þó þetta sé sami aðilinn sem ég vitna í allan tíman. Tenglar eiga aldrei að sjást í texta sem tilvísun. Þeir eiga alltaf að við gera þetta eins. Höfundur, ártal. Dæmi, Smith 2023, það væri John Smith vinnur okkar, eða Jóhann Bjarnason 2023, hann Íslendingur, þannig að það nafnið hans fullt. Smith bara Smith og það ekki Smith jóð eins og hann settur upp í heimildaskránni, heldur bara Smith 2023. Og muna eitt, þá ekki að vera punktur á undan sviganum. Af hverju? Skiptir þetta einhverju máli? Jú, þetta skiptir víst máli. Sjáu dæmið hérna sem ég set upp hér. Anna fór oft í búðir og keypti það margt smálegt. Jóhann Bjarnason 2023. Nú er ég búin að setja punkt hér og ég með punkt hér. Sama sem ég er búin að búa til 2 setningar úr þessu. Hérna eru konar 2 setningar og þetta setningafræðilega ránt að þetta hér standi eitt og sér. Þetta hér á að vera hluti af þessari setningu. Þannig hér á ekki að vera punktur. Lengdin á skýrslunni, við talaðum líka það í síðasta tíma og ég ætla að tala það aftur. Hún lágmark 9 síður. Af hverju hún 9 síður? Af hverju þetta svona ógeðslega langt? Ég meina ég næ þessu aldrei upp í 9 síður. Og jú, þú nærði þessu víst upp í 9 síður því þetta eru kaflaheitin. Það
ein blaðsíða sem forsíða, hún ekki með blaðsíðutali og ekki með haus ef þið eru að nota haus og fætur, þá ekki haus og fótur á forsíðu. Næsta blaðsíða, blaðsíða númer 2, efnisyfirlitið, hún ekki full, þetta ein blaðsíða, þetta bara nokkra línur á síðinu, eins mikið og þið sitið í efnisyfirlitið. Þriðja blaðsíðan útdrátturinn, það 1 til 2 blaðsíður eftir hvað þið skrifið langt, en hún aldrei minna en ein. Þið getið ekki skrifa útdrátt minna heldur en eina blaðsíðu úr efnin ykkar. Síðan innganginn og hann 2 til 3 blaðsíður. Þetta eins og míniritgerð efnið, þannig að þetta lágmark 2 síður. Þannig þið sjá, við erum komið hérna upp í 6 síður. Hérna erum við 1, við erum með 2, við erum með 3, 4, 5, fyrirgefið, við erum með 5 síður hérna. Svo það aðferðafræðin, hún 1 til 2 blaðsíður, fer eftir hvað þið þurfa að skrifa mikið. Ég reikna með að hún sé bara rétt 1 blaðsíða hjá flestum. Ég vil ekki fá 2 síður efst, ég vil fá að þið skiptið þessu niður, notið undirkafla og þá náið þessu niður á 1 blaðsíðu. Síðan það niðurstöðukablinn, hann 1 til 2 síður, þar þið með öll myndritin og dragið saman helstu niðurstöðu sem koma fram í myndritunum. Síðan við með umræðurnar 1 til 2 síður og heimildaskrá. Og þið sjáu það, þið komist ekki upp með, þið getið ekki gert minna heldur en 9 síður. Það bara algjört lágmark. Muna að þið notið aldrei persónuförnumni ég og við og aldrei að koma ykkar skoðun eða hvað ykkur finnst. Þegar ég nota rannsakandi eða annað, þetta fræðileg skýrsla, ekki persónuleg. Rannsakandinn hlutlaus aðili sem stendur fyrir utan rannsókninu og horfir, skráir og fylgist með. Og hans skoðun ekki það sem við erum að skoða. Við erum að rannsaka eitthvað annað, ekki hvað mér finnst eða hvað mér líkar við eða eitthvað alveg. Það bara kemur ekki málinu við. Þannig að þið haldið ykkur utan ritgerðarinnar eða skýrslunar. Ég held að þetta sé bara komið.